Svo komu þeir og tóku mig og þá var enginn eftir til að mótmæla. Viljum við breyta stjórnhætti? Viljum við spillingaraflið burt? Viljum við friðsamleg mótmæli? Samkvæmt opinberu lögreglufallinu fór hérna frá 600 manns kannski. Brennu bankana! Viðamista bankana! Mitt í öllum þessu látum sér maður drauma sína fjara út og opnar í raun augum fyrir því að draumar allra Íslendinga að fjara út. Við, sem þjóð, erum í einu vettvangi orðin að einhverju sem enginn vill þekkja eiga samskipti við. Og orðið Ísland allt í einu orðið skammarinnar. Við erum líka viðmælendur og við ætlum að vera það núna. Ég sammála Björgólfur. Ég sammála því að þeir eigi ekki að bruðla með peninga, hvorki almanna né eigin. En samt sagði ég ekki neitt þegar þú keyptir Austurstræti og Bankastræti og Aðalstræti og Hafnarstræti og Klausturstræti fyrir peningana mínu. Við fórum að berjast. Fullt af góðu fólki lagði nótt sem 19 dag á sig mikið erfiði og fórnir til að vekja athygli stjórnvalda á því að almenningur myndi ekki líða þetta lengur. Við heimtuðum upplýsingar og allt upp á borðinu. Hvernig stendur á því að ef alþingismaður svínar á samstarfsmanni sínum verður hann að víkja en ekki ef hann svínar á heilli þjóð? Við þurfum að standa vörð svona fólk. Ætlið þið að mennta börnin ykkar til þess eins að þegja í framtíðinni? Að bæta hag þjóðarinnar en ekki leggja steina í okkar götu. Til þess að þetta getur tekið eftir, þá þarf vinnufrið í þjóðfélaginu. Hvar nýja Ísland? Við erum að berjast fyrir börn okkar og barnabörn. This movement is the best news that I have heard about Iceland for several months. Fjórða mál á dagskrá frumvarp að heimila sölu á bjór og léttvíni í búðum. Formanna stjórnarflokkanna að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið.